Ég segi þennan 294. fund bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs. Hann haldinn 8. maí og fyrir honum liggja alls 7 dagskrármál. Við göngum til hins fyrsta þeirra, það fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs, 468. fundur ráðsins. Það Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti og góðir fundarmenn. Já, það 468. fundur bæjarráðs Fljótsdalshéraðs sem haldinn var 29. apríl síðastliðinn. Fundargerðin, hún var í 11 liðum eða er í 11 liðum og það eru 4 liðir teknir út. Það fyrst liður 1.3 sem landbótasjóður 2019. Í bæjarráði var lagt fram erindi frá Baldri Grétarssyni þar sem hann biðst lausnar sem fulltrúi Fljótsdalshéraðs í ráðgjafarnefnd landbótasjóðs. Og eftirfarandi tillaga hér lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir að fresta málinu til næsta fundar. Það liður 1.4 sem áskorun að gjalda varhug við áform virkjanaframkvæmdir. Og eftirfarandi tillaga lögð fram þar. Bæjarstjórn þakkar framkomnar ábendingar Náttúruverndarsamtaka Austurlands varðandi áform virkjanaframkvæmdir á svonefndu hraunasvæði. Á komandi sumri gert ráð fyrir að rannsóknir vegna fyrirhugaðrar virkjunar í Geitdalsá fari fram í tengslu við gerð umhverfismats fyrir framkvæmdirnar. Í framhaldinu má gera ráð fyrir að ferli vegna beiðni breytingu á aðalskipulagi í tengslu við virkjunaráform verði framhaldið. Bæjarstjórn telur eðlilegt að taka afstöðu til verkefnisins í skipulagsferlinu þá að fengnum þeim upplýsingum sem fram koma með umhverfismatinu og að teknu tilliti til umsagna málið. Það liður 1.5 sem sumarleyfi bæjarstjórnar 2019. Og eftirfarandi tillaga hér lögð fram að tillögu bæjarráðs samþykki bæjarstjórn að sumarleyfi bæjarstjórnar 2019 verði frá síðara fundi bæjarstjórnar 19. júní og til og með 12. ágúst og mun bæjarráð fara með fullnaðar afgreiðslu heimild mála þann tíma samanber 5. málsgrein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. En fyrsti fundur bæjarstjórnar eftir sumarfrí verður 21. ágúst sem bara hefðbundinn seinni fundadagur mánaðarins. Það liður 1.11 sem umsagnarbeiðni frumvarp til laga veitingastaði, gististaði og skemmtanahald. Og þá liggur hér fyrir tillaga sem hljóðar svo. Bæjarstjórn tekur undir þá umsögn sem bæjarráð veitti frumvarpið þar sem fram koma þau meginsjónarmið að skráningarskyld heimagisting ætti að vera háð starfsleyfi heilbrigðisnefndar líkt og önnur gisting og að eftirlit með heimagistingu ætti að vera á hendi sýslumanna í hverju umdæmi fyrir sig í stað þess að fela einu sýslumannsembætti eftirlit með landinu öllu. Það ekki fleira tekið út í þessari fundargerð og hún lögð hér fram til umræðu og afgreiðslu. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust undir þessum fyrsta lið. Einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Ef að svo ekki, að þá loka ég mælendaskránni og við göngum til afgreiðslu einstakra liða. Fyrst það þá liður 1.3, landbótasjóður 2019, þar sem borin tillaga að fresta málinu til næsta fundar, þeir sem samþykkja tillöguna gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Og þá það næst liður 1.4, það tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja tillöguna gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða.
Liður 1.5 sumarleyfi bæjarstjórnar 2019. Tillagan er borin upp eins og hún lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja hana gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og þá er það liður 1.11 umsagnarbeiðni um frumvarp til laga um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og vakinir athygli á því að undir lið 1.2 er vísað til tillögu undir lið sem er tekið fyrir undir lið 2.4 í þessari fundagerð, en að öðru leyti höfum við lokið yfirferðið þannig fyrsta lið. Göngum þá til annars dagskrárliðar. Það er sömuleiðis fundagerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs, en það er 406.9. fundur. Það er Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti og góðu fundamenn. Það er fundi bæjarráðs Fljótsdalshéraðs sem haldinn var 7. maí síðastliðinn, bara síðastliðinn mánudag. Þetta var fundur nr. 469. Fundagerðin, hún er í 11 liðum og það eru 4 liðir teknir út. Fyrst er það liður 2.4 sem er byggingarnefnd leikskólans Hádegisshöfða. Og eftirfarandi tillaga þar er lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með bæjarráði að unnið verði áfram að uppbyggingu leikskóla í Fellabæ og að skipuð verði byggingarnefnd sem fær það hlutverk að skoða valkosti fyrir nýbyggingu fyrir starfsemina. Að tillögu bæjarráðs samþykkir bæjarstjórn að tilnefna Berglindi H. Svavarsdóttur, Sigurð Ragnarsson, Benedikt Hlíðar Stefánsson og Aðalstein Ásmundarsson í byggingarnefndina. Jafnframt samþykkir bæjarstjórn að foreldraráði annars vegar og starfsfólki í leikskólans Hádegisshöfða hins vegar verði gefinn kostur á að tilnefna áheyrnarfulltrúa í nefndina. Og einnig að tillögu bæjarráðs er bæjarstjóra falið að ganga frá samningi við Þórhall Pálsson verkefnastjórnun og að verkefnastjóra verði falið að kalla byggingarnefndina saman til fyrsta fundar. Það er liður 2.6 sem er nafn Hallormsstaðaskóla. Fram er komið beiðni frá hússtjórnarskólanum Hallormsstað að fá framvegis að nýta sér nafnið Hallormsstaðarskóli á skólan. Óskað er eftir því við sveitarfélagið að það afsali sér rétti að nafninu. Og eftirfarandi tillaga er lögð fram að tillögu bæjarráðs felst bæjarstjórn á beiðnina og felur bæjarstjóra að stíga nauðsynleg skref til þess að af þessu geti orðið. Og það er liður 2.8 sem er umsókn stofnun nýrrar lóðar við Unaós. Í bæjarráði var lagt fram erindi frá Bylgju Rún Ólafsdóttur vegna beiðni hennar og sambýlismanns hennar að fá jörðina Unaós til leigu. Og eftirfarandi tillaga lögð fram. Fljótsdalshérað ítrekar þá afstöðu sína sem margoft hefur komið fram að tafarlaust beri að auglýsa ríkisjörðina Unaós heyskála lausa til ábúða. Erindi það sem hér liggur fyrir er staðfesting á því að sveitarfélagið hefur ítrekað komið á framfæri að eftirspurnir eftir jörðinu til ábúðar. Bæjarstjórn vísar allri ábyrgð á þeirri pattstöðu sem uppi er varðandi málefni Unaós á hendur ríkiseignum og fjármálaráðuneytinu. Og Fljótsdalshérað biðlar til fjármálaráðherra að höggva á þennan hnút og leggja fyrir ríkiseignir að jörðin verður auglýst til ábúðar í samræmi við gildandi reglur. Það er liður 2.11 sem er umsagnarbeiðni frumvarp til laga þjóðgarðastofnun og þjóðgarða. Eftirfarandi tillaga er lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með bæjarráði og ítrekar þau meginatriði sem áður hefur verið komið á framfæri á fyrri stigum sem eru eftirfarandi. Í fyrsta lagi útskýra þar samspil stjórna og ráða sem sveitarfélög eiga aðild að annars vegar og forstjóra og annarra starfsmannastofnunina hins vegar. Mikilvægt er að stjórnun svæða og ákvarðanir séu á hendi heimafólks. Það var annar liður. Þriðji liður er mikilvægt að innviða uppbygging nýrrar stofnunar verði víða land í samræmi við markmið 4. töluliðar 5. greinar frumvarpsdraganna. 4. liður áríðandi er að innan hvers umdæmis sé starfsstöð með föstu starfsfólki.
Og 5. Mikilvægt er að stofnunin verði landsbyggðarstofnun og að staðsetning höfuðstöðva hennar endurspegli það. Og 7. liður er forsenda þess að vel takist til með nýja stofnun, ef af verður, er að tryggt verði nægt fjármagn til að hún geti sinnt verkefnum sínum. Það er mat bæjarstjórnar að ekki hafi að fullu verið komið til móts við þessi atriði. Meðal annars er í frumvarpinu ekki tekið á því hvar höfuðstöðvar eða aðsetur framkvæmdastjórnar eða annarar miðlægrar stjórnsýslu eigi að vera og óljós hvaða þýðingu breytingarnar hafa varðandi núverandi skrifstofur Vatnajökulsþjóðgarðs. Það er ekki fleira tekið út í þessari fundargerð og hún er hér lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Undir þessum öðrum lið er einhver sem óskar eftir að taka til máls. Gunnhildur Ingvarsdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og starfsmenn, mér langar bara aðeins að koma upp hérna undir lið 2.4, byggingarnefnd leikskólans Hádegishaga. Til þess að lífist það bara ánægja minni yfir því hvernig þetta mál er, í hvaða farveg þetta mál er komið núna. Það virðist að komin sameiginleg niðurstaða okkar um það hvað skal gera og komin öflug nefnd, byggingarnefnd, búið að ráða verkefnastjóra. Þannig ég er bara mjög ánægð með það að þetta skulle vera komið á þennan rekspöl og vonast bara til það verði unnið hratt og vel í þessu máli. Takk fyrir. Gunnhildur Ingvarsdóttir hefur lokið máli sínu. Það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls. Það er kannski svo sem hér situr óski eftir að taka til máls, en þá verður varaforseti hætt að næra sig svona rétt. Já, Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, ágætt að funda fólk. Langaði til að tæpa lítið á lið 2.4, 2.8 og 2.11. Kannski bara til þess að taka undir orð Gunnhildar Ingvarsdóttir bæjarfulltrúi hér, það er að mörguleyti fagnaðarefni að það sé búið að skipa þessu öflugu nefnd. Það er kannski síður fagnaðarefni að það hefði tekið þann tíma sem það hefur tekið svo að ná þessari niðurstöðu svona að skoða þessa valkosti, en stundum eru mál með þeim hætti að það tekur tíma að ná saman gögnum þannig að menn sjá í heildarmyndina, og nú vonum við að við séum komin á þann stað að við getum unnið þetta hratt og örugglega héðan af og tryggt það að þessi uppbygging geti átt sér stað. Og ég bind mikla vonir við starf nefndarinnar og það geti gengið hratt og örugglega fyrir sig. Undir lið 2.8 þá langar mér bara svona til þess að nefna örlítið og fara yfir það sem annars kemur fram í tillögunni, að það liggur fyrir og hefur legið fyrir bæði með óopinberum og nú kannski með opinberum hætti að það hafa einstaklingar verið áhugasamir það að fá Unaós til ábúðar, og það er í rauninni ekkert sem að stendur í vegi fyrir því annað heldur en mjög skringileg afstaða fulltrúa ríkisvaldsins í málinu sem hafa viljað skipta jörðinni upp og selja fasteignir af henni og svo eftir einhverjum hætti leigja hugsanlega kannski landið til þeirra sem væru tilbúin til að kaupa eigninar. Og þessi stefna er ekki eitthvað sem að hefur hlotið neina málsmeðferð eða blessun frá löggjafarvaldinu. Alþingi hefur ekki mótað þessa stefnu málefni ríkisjarða að það eigi að skipta þeim upp og selja þeim fasteignir, og fyrir vikið þá tel ég það vera algjörlega einboðið að þegar fyrir liggur að það er áhugi á ábúð á ríkisjörð að þá eigi að auglýsa hana til ábúðar. Það er bara ósköp einfaldlega í samræmi við núgildandi ábúðarlög, og meðan ekki búið að breyta þeim eða með formlegum hætti móta aðra stefnu á hvernig á að fara með jarðirnar, þá á að gera þetta. Þannig að mínu viti þá liggur alveg skýrt fyrir hvar ábyrgðin liggur, að hún er hjá ríkinu
og nú held ég með verða að fara að opna augun fyrir því að ríkið eða þeir sem að fara með þessar eignir ríkisins eru að sko láta þeir skemmast í höndunum á sér á þrjóskunni einni saman. Það hlýtur að liggja fyrir að það er best að varðveita ríkisjarðir með því að einhver sitji þær og sinni þær og nýti þær. Meðan það er ekki gert, að þá er ríkið einfaldlega að tapa eignum, það er að rýra eignir sínar. Og hérna liggur þetta fyrir svart og hvítt, það bíða einstaklingar eftir tækifærinu til að nýta þessa jörð og til þess að varðveita hann og viðhalda þessum verðmætum ríkisins. En það er ríkið sem að stendur í vegi fyrir það verið gert og engin annar. Þannig að vonandi gerist nú það sem að við leggjum upp með hér, að það verður höggvið á þennan hnút og við fáum að sjá það að það verði aftur búið á unna og siðnaskans. Aðeins að síðustu undirlið 2.11 varðandi umsagnarbeiðni frumvarp til laga um Þjóðgarðastofnun. Sú tillaga sem hér liggur fyrir, hún byggir á punktum sem að Náttúruverndarnefnd Fljótsdals er að senda á sínu tíma inn sem umsögnum málið þegar var á kynningarstigi í samráðsgátt stjórnvalda. Nú er þetta mál komið fyrir þingið. Ég vil ítreka það að það er ekki þannig að það hafi ekkert verið tekið tillit til þeirra sjónarmið sem þarna koma fram. Frumvarpið hefur tekið breytingum og það er svona ýmislegt sem að manni sýnist að horfi til betri vegar miðað við hvernig það leit út í fyrstu, en eigi að síður það að þetta sé mikilvægt að við höldum áfram þessu sömu sjónarmiðum, ekki síst bara vegna þess að nú fer þetta mál til umræðin í þinginu og það getur auðvitað tekið við breytingum í þinginu. Þannig að það er ágætt að liggja fyrir hver okkar áhersla hefur verið svona frá upphafi, þannig að þeir þingmenn sem að vilja þó kannski taka tillit til okkar sjónarmið að viti hver þau eru og verji þá það eins og það kemur fram í frumvarpsdrögunum í dag. En sumt er klárlega ekki að finna í frumvarpinu, til dæmis það liggur ekki fyrir hver eru þau örlög til dæmis skrifstofu Vatnajökulsþjóðgarðar, það er að segja skrifstofunar í Fellabæ og það er heldur ekki tekin afstæða til þess hvar höfuðstöðvar nýrrar þjóðgarðastofnunar ætti að vera, sem að skiptir þrátt fyrir allt töluverðu máli. Við vitum það verður auðvitað ákveðin uppbygging á starfsmannahópi og mér finnst það bara sanngjarnt og eðlileg krafa í sveitarfélagana, menn fá að vita það hvernig menn sjá þetta fyrir sér. Svo má líka nefna það að þrátt fyrir breytingar á frumvarpinu þá náttúrulega er ýmislegt í því sem er dálítið flókið. Það er gert ráð fyrir, væntanlega með þeim vilja koma til móts við sjónarmið heimamanna á svæðunum, þá er þetta gert ráð fyrir því að það starfi áfram tiltölulega margar stjórnir og ráð fyrir hvert umdæmi, þannig að það liggur mikið við að þingið vandi sig þegar afgreiðir frumvarpið að tryggja það að þetta sé skýrt, þar að segja hver eru valdmörkin á milli stjórnsýslunnar og þessara umdæmisráða og svæðisráða og annarra sem eiga að koma að stjórnun þjóðgarða samkvæmt þessu nýja frumvarpi. Þannig að ég held að það sé rétt og mikilvægt að reyna að koma þessum punktum bara á framfæri og fylgjast svo náið með því hvernig málinu vindur fram í þinginu. Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og orðið er enn laust. Ef ekki fleiri óska eftir að taka til máls, að þá ætla ég að loka mælendaskránni og við göngum til afgreiðslu einstakra liða. Það eru fyrst liður 2.4, byggingarnefnd Leikskólans Hádegishöfða. Tillagan er borin upp eins og var lesin og kynnt hér áðan, þessi samþykki að gefa merki með því að rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samhljóða. Og liður 2.6, nafn Hallormsstaðaskóla. Tillagan er þar borin upp eins og var lesin og kynnt hér áðan, þessi samþykki að gefa merki með því að rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samhljóða. Og liður 2.8, umsókn stofnun nýrrar lóðar við Unaás. Tillagan er borin upp eins og var lesin og kynnt hér áðan, þessi samþykki að gefa merki með því að rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samhljóða. Og liður 2.11, umsagnarbeiðni frumvarp til laga um Þjóðgarðastofnun og þjóðgarða. Tillagan er borin upp eins og var lesin og kynnt hér áðan, þessi samþykki að gefa merki með því að rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samhljóða. Við höfum þá lokið við yfirferð þessara annars liðar og við göngum til þess þriðja og ég vil biðja varaforstum að taka við. Já, það er þriðji liður á dagskrá sem er
umhverfis- og framkvæmdanefnd. Það var fundur númer 111 hjá þeim og það Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi sem kynnir fundargerðina og drög að bókunar. Forseti og ágæta fundafólk, það fundargerð 111. fundar umhverfis- og framkvæmdanefndar. Á fundinu voru tekin fyrir 18 dagskrármál og undir 10 þeirra eru gerðar tillögur hér í dag. Í fyrsta lagi það liður 3.4, það lausaganga búfjár á Fagradal. Undir þessum liður eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir að vísa málinu til bæjarráðs til nánari skoðunar. Ástæðan kannski sú að að ræða samskiptamál á milli sveitarfélaga og reynda líka að hluta til samskiptamál við Vegagerðina. Við höfum haldið utan það í bæjarráði og það svona ýmislegt í þessu máli sem að gefa tilefni til þess að skoða það betur og reyna að komast að einhverju niðurstöðum það hvernig við munum halda á málinu og þetta bæjarráð sér réttir vettvangur til þess. Undirlið 3.6, þar umsókn byggingarleyfi fyrir þjónustuhúsi Möðrudal. Fyrir umhverfis- og framkvæmdanefnd lá erindi frá Fjalladýrið EHF þar sem sótt byggingarleyfi í landi Möðrudals. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn erindið og felur byggingarfulltrúa það til afgreiðslu. Lagt til að erindið verði kynnt hagsmunaaðilum. Og liður 3.7, umsókn skráningu nýra landeigna í fasteignaskrá úr landi Möðrudals. Þar sem að fyrir liggur umsókn stofnun fasteignar úr landi Möðrudals og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn erindið og felur byggingarfulltrúa það til afgreiðslu. Þá næst liður 3.10, miðbær Egilsstaðir, deiliskipulag 2016. Þar eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn að fela skipulags- og byggingarfulltrúa að auglýsa kynningarfund þann 16. maí næstkomandi. Á þessum fundi sem sagt gert ráð fyrir því að þeir sem unnið hafa að gerð skipulagslýsingarinnar, arkitektarnir komi og kynni hana og svari fyrirspurnum og ef mér skjátlast ekki mjög mikið þá gert ráð fyrir þessum fundi verði haldinn klukkan 5. Seinnipartinn, ekki að móðni. Og það þá svona, þetta má segja svona forkynning, í framhaldi af þessu verður þá loka hönd á drögin og þau síðan auglýst og fara inn í þetta formlega ferli, skipulagsferli. Og liður 3.11, það norðvestur svæði Egilsstaðir deiliskipulag. Fyrir umhverfis- og framkvæmdanefnd lá tillaga að óverulegri breytingu á deiliskipulagi norðvestur svæðis Egilsstaða, breyting snýr að lagalósi 21-33. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn fyrirliggjandi tillögu að óverulegri breytingu á deiliskipulagi norðvestur svæðis Egilsstaða og leggur til að hún fái málsmeðferð í samræmi við 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Nú það sem sagt, þannig það að ræða að það verið að opna á þann möguleika að sem sagt að fasteignin að lagarási 21-33 sem hafa verið íbúðir í eigu Ársala, ekki satt, að það verði heimilað að byggja sem sagt að það verði sem sagt 2 hæða hús á þessari lóð. Það svo sem liggur ekki endilega fyrir að það ráðast í þetta en það hefur verið kallað eftir einsum hugmyndum hvernig standa endurnýjun þessa húsnæðis og þetta sjónarmið hefur komið fram að það geti verið hagkvæmt ef að það hægt að sjá fyrir sér að byggja á 2 hæðum og talið rétt að leggja það til og vísa því þá í sem sagt grenndarkynningu að hvort að framkoma athugasemdir við þau áform. Nú liður 3.12, það breyting á deiliskipulagi Selbrekku, breyting 4. Þar eftirfarandi tillaga lögð fram að beiðni skipulags- og byggingarfulltrúa samþykki bæjarstjórn að vísa málinu aftur til umhverfis- og framkvæmdanefndar til frekari úrvinnslu. Þarna háttar þannig til að nefndin var búin að afgreiða málið en síðan kom athugasemdir á skipulags- og byggingarfulltrúum að það hefði komið eitthvað fram í málinu sem að gera það verkum að það veri rétt að nefndin tæki það fyrir að nýju. Ég veit ekki nákvæmlega hvaða upplýsingar það eru en til sjálfsagt að verða við þessari ósk að nefndin fái málið aftur til umfjöllunar. Nú undirlið 3.14, þar óskum breytingu á deiliskipulagi suðursvæðis. Í umhverfis- og framkvæmdanefnd var tekin fyrir tillaga breytingu á deiliskipulagi suðursvæðis, tillaga gerða beiðni Höskuldar Höskuldssonar. Og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn fyrirliggjandi tillögu að óverulegri breytingu á deiliskipulagi suðursvæðis Egilsstaða og leggur til að hún fái málsmeðferð í samræmi við 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Til í 3.15 þar umsókn byggingarleyfi fyrir bílskúr við Furuvell 11.
það liggur þessi umsókn fyrir og eftirfarandi tillaga lögð fram. Að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn að erindi fái afgreiðslu samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar laga nr. 123/2010. Við erum aðeins farin að kannast við 43. grein, þetta er grenndarkynningin ef ég man þetta örugglega rétt. Liður 3.16, það er bréf til sveitarfélagsins vegna bílskúra við Ártún, tillaga eða óska breytingu á bílskúrsreit fyrir Ártún 1-17. Og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn að erindi fái afgreiðslu samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar laga nr. 123/2010. Við munum grenndarkynna alveg ógurlega hér á næstunum greinilega. Fyrir liggur umsókn byggingarleyfi fyrir frístunda, ég er komin í lið 3.17, Eyjólfsstaðaskógur 24, umsókn byggingarleyfi. Fyrir liggur umsókn byggingarleyfi fyrir frístundahús að Eyjólfsstaðaskógi 24. Og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn að heimila verða að veita byggingarleyfi fyrir sumarhúsið með hliðsjón að 3. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem svo óveruleg frávik er að ræða að hagsmunir nágranna skerðist í engu hvað varðar landnotkun, útsýni, skuggavarp eða innsýn. Þarna er umsóknaræða sem er í örlitlu ósamræmi við fyrirliggjandi skipulag. Þá hef ég lokið við að fara yfir þessar tillögur sem lagðar eru fram, en fundargerðin er öðru leyti lögð fram hér til umræðu og afgreiðslu. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi hefur lokið máli sinni og orðið er laust. Fundarstjóri, bæjarstjóri, forseti, ágætur bæjarfulltrúi, ég er búin að vera of mörgum fundum undanfarið, það er alveg greinilegt. Heyrðu, það er nú kannski að byrja í Bakkafjallan lækinn, en ég bara verða að koma hér upp og fagna þessum tíðindum af miðbæjarskipulaginu. Mér finnst alveg einstaklega ánægjulegt að heyra að hér sé verið að búið að setja niður dagsetningu fyrir kynningarfund á þessu ágæta skipulagi sem að hefur verið beðið eftir. Mér liggur við að segja með mikilli eftirvæntingu, jafnvel óeðlilega mikilli, en mér langar líka til að hvetja bæjarstjóra til þess að nýta vel alla miðla sveitarfélagsins til að kynna þennan fund vel. Mér finnst mikilvægt við reynum að fá íbúa til að mæta og setja sig inn í þetta og sjá hversu glæsilega þetta lítur út. Og við höfum bæði heimasíðu og samfélagsmiðla og auðvitað ættu við bæjarfulltrúarnir líka að vera duglega að minna á þessa góðu og skemmtilegu stund á Nefa. Björnsdóttir bæjarfulltrúi hefur lokið máli sinni og orðið er laust. Og ef ekki fleiri óska eftir að taka til máls, þá loka ég mælendaskránni. Við göngum til afgreiðslu einstakra liða. Það er þá fyrst liður 3.4, lausangang á Búfjárafagradal. Það er borin upp tillaga að vísa málinu til bæjarráðs. Þessum samþykki tillögunni gefur merki með því réttu hönd. Það er samþykkt samhljóðan. Liður 3.6, það er umsókn byggingarleyfi fyrir þjónustuhúsi í Möðrudal og tillagan er borin þar upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóðan. Og í lið 3.7, þar er umsókn skráningu nýra landegna í fasteignaskrá á landi Möðrudals og tillagan er borin upp eins og hún lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóðan. Undir lið 3.10, þar er tillaga sem er miðbæri Egilsstaða deiliskipulag og tillagan er borin upp eins og hún lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóðan. Liður 3.11, norðvestur svæði Egilsstaðir deiliskipulag, tillagan er borin upp eins og hún lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóðan. Liður 3.12, breyting á deiliskipulagi í Selbrekku, breyting 4. Þar er tillaga borin upp eins og hún lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóðan. Undir lið 3.14, óskum breyting á deiliskipulagi Suðursvæðis, er tillaga borin upp eins og hún lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóðan.
Og liður 3.15, það eru umsókn byggingarleyfi fyrir bílskúr við Furuvelli 11, tillagan er borin upp eins og var lesin og kynnt í ráðan, þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Undir lið 13, bréf til sveitarfélagsins vegna bílskúru við Ártún er borin upp tillaga eins og hún var lesin og kynnt í ráðan, þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og undir lið 3.17 á síðustu er það Eyjólfsstaðaskógur 24, umsókn og byggingarleyfi og tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt í ráðan, þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Það er rétt að vekja athygli á því sömuleiðis að í lið 3.1, 3.5, 3.8, 3.9 er bókað að afgreiðsla umhverfis- og framkvæmdanefndar sé staðfesta bæjarstjórn. Ef ekki er athugasemd við það, þá höfum við lokið yfirferð yfir þennan 3. dagskrárlið og þá er hinn 4. næst. Það er fundargerð atvinnu- og menningarnefndar, 87. fundur nefndarinnar og það er Gunnhildur Ingvarsdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti bæjarfulltrúar og starfsmenn. Ég ætla að kynna hér fundargerð atvinnu- og menningarnefndar, það er fundur númer 86. Og fundargerðin er í 10 liðum og það er 2 teknir út. Það er liður 4.5, fjárhagsáætlun atvinnu- og menningarnefndar fyrir 2020. Eftirfarandi tillaga lögð fram, bæjarstjórn samþykkir að drögum atvinnu- og menningarnefndar af fjárhagsáætlun 2020 verði vísað til gerðar fjárhagsáætlunar Fljótsdalshéraðs. Og síðan er það liður 4.7, skógardagurinn mikli 2019, styrkbeini. Fyrir liggur tölvupóstur dagsettur 15. apríl 2019 frá Helga H. Bragasyni fyrir hönd félags skógarbænda á Austurlandi með óskum styrk vegna skógardagsins mikla 2019. Og eftirfarandi tillaga er lögð fram að tillögu atvinnu- og menningarnefndar samþykkir bæjarstjórn að verkefnið verði styrkt krónu 300.000 sem tekið verði að lið 1369. Öðru leyti er bara fundargerðin hér til umræðu og svo staðfestingar. Gunnhildur Ingvarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust undir þessum 4. dagskrárlið. Er einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Ef að svo er ekki, að þá loka ég mælendaskrá og geng til afgreiðslu. Þar er þá fyrst liður 4.5, fjárhagsáætlun atvinnu- og menningarnefndar fyrir 2020. Ég ber upp tillöguna eins og hún var lesin og kynnt í ráðan til sem samþykkja gefur merki með því að rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. 4.5. Og síðan liður 4.7. Það er skógardagurinn mikli 2019 styrkbeiðni. Tillagan er þar borin upp eins og hún var lesin og kynnt í ráðan til sem samþykkja gefur merki með því að rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og annars er vakin athygli á því að undir lið 4.6 og 4.10 er bókað að afgreiðsla atvinnu- og menningarnefndar sé staðfest, en ef ekki eru athugasemdir við það, þá höfum við lokið við að fara yfir þennan 4. dagskrárlið. Og þá er það næst 5. liður, það er fundargerð fræðslunefndar Fljótsdalshéraðs, 275. fundur nefndarinnar, það er Berglind Harpa Svavarsdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti, góði fundamenn. Ég ætla að fara hérna yfir fundargerð fræðslunefndar Fljótsdalshéraðs, það er fundur nr. 275. Fundargerðin er í 9 liðum en 1 tekin út, það er liður 5.7, málefni dagforeldra. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu fræðslunefndar samþykkir bæjarstjórn að veita stofnstyrk í samræmi við reglur. Jafnframt samþykkir bæjarstjórn tillögu fræðslunefndar að endurgreiðslur vegna barna hjá dagforeldrum verði hækkaðar 10% frá og með 1. ágúst næstkomandi, enda hafa endurgreiðslur sveitarfélagsins ekki verið hækkaðar frá 2017. Að öðru leyti það er ekki teknir út fleiri liðir, en mér langaði bara rétt að minnast á þetta, að það er bara frábært að þessi dagforeldramál sé að leysast og bara gott að geta styrkt við dagmæður með stofnstyrk og að hækka þá endurgreiðslu ábyrgð. En annars er þetta bara lagt fram fundargerðin til umræðu og afgreiðslu. Takk fyrir. Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu.
og orðið laust ef einhver óskar eftir því að taka til máls. En ef að svo ekki, þá loka ég mælendaskránni og það liður 5.7 sem tekið til afgreiðslu málefni dagforeldra. Eftirfarandi tillaga lögð fram, tillagan lögð fram eins og hún var lesin og kynnt hér áðan og þeir sem samþykkja hana gefur merki með því réttum hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Og það voru ekki aðra tillögur hér en það vakin athygli á því að liður 5.4 og 5.5 undir þeim liðum afgreiðsla fræðslunefndar staðfest. En ef ekki eru athugasemdir við það, þá höfum við lokið við að fara yfir 5. dagskrárlið og göngum til hins 7. Þar fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar, 52. fundur nefndarinnar og það Berglind Harpa Svavarsdóttir, bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti, góða fundarmenn. Ég ætla að fara hérna yfir fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar. Það var fundur nr. 52 hjá þeim. Fundargerðin í 12 liðum og það eru 3 liðir teknir út. Það fyrst það liður 6.1, frístund með aðstöðu í nýjung. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir að vísa ábendingum íþrótta- og tómstundanefndar til starfshóps sem leiðir vinnu við að leysa húsnæðisvanda fyrir skólafrístund á komandi vetri. Svo hann liður 6.2, það fjárhagsáætlun íþrótta- og tómstundanefndar 2020. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir að vísa drögum íþrótta- og tómstundanefndar að fjárhagsáætlun 2020 til gerðar fjárhagsáætlunar Fljótsdalshéraðs. Og svo þriðji liðurinn liður 6.8. Reglur hreyfi- og heilsueflingarstyrk fyrir starfsfólk Fljótsdalshéraðs. Fyrir liggur endurskoðun reglna hreyfi- og heilsueflingarstyrki fyrir starfsfólk Fljótsdalshéraðs og eftirfarandi tillaga lögð fram. Að tillögu íþrótta- og tómstundanefndar samþykkir bæjarstjórn breytingar á reglunum þannig að frá byrjun árs 2020 gildi styrkurinn einnig til kaupa á tækjum og búnaði til heilsueflingar gegn framvísun kvittunar. Að öðru leyti verði reglurnar óbreyttar. Fleira ekki tekið út í þessari fundargerð og hún lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust undir fundargerðinni. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi gjörðu svo vel. Forseti, ágætu fundarmenn. Mér langaði rétt að taka til máls hér undir lið 6.1 varðandi húsnæðisvanda frístundar. Það í gangi núna þessi vinna við að leysa þennan bráðavanda sem fyrir næsta vetur og það vel og ég vona svo sannarlega að sá ágæti hópur minni finna á því ásættanlega lausn. Það hins vegar í mínum huga alveg ljóst að aðsóknin í frístund á bara eftir að aukast eftir því sem að fram líða stundir og börnin, ég held við eigum eftir að sjá meira því að börn alveg upp í 4. bekk óski eftir því að fá aðgang að þessari þjónustu og því held ég að það sé ákaflega brýnt að við förum að huga bara að framtíðarlausn fyrir þessu því að fyrir þessa þjónustu því að það verður ekki við það búið held ég mikið lengur að reyna að koma þessu fyrir innan skólahúsnæðisins. Það auðvitað eins og við vitum nú þegar ákveðin húsnæðisvandi innan grunnskólans sem að mun ekki leysast að minnst kosti ekki að fullu fyrir en tónskólinn hefur þá verið fluttur þaðan út og það nú ekki að fara að gerast á morgun. Þannig að ég held að þetta sé eitt af þeim verkefnum sem við verðum bara að horfast í augu við að það þarf að finna einhverja framtíðarlausn því að ef ég hef skilið þetta rétt þá voru til dæmis 50 börn í þessari þjónustu á liðnum vetri og það 50 barna árgangur að koma inn í Egilsstaðaskóla. Einhver kannski detta út en það líka þannig að það búið að leggja fram ráðuneytið sem hefur með þennan málaflokk að gera hefur lagt fram ákveðin markmið gæði og viðmið frístundastarfs
og þar beininni segir að þessi þjónusta eigi að standa öllum börnum á aldrinu 6-9 ára í boði. Þannig að og það eru líka þar tilteknar ákveðin skilyrði það hvernig húsnæðið eigi að vera sem þessi þjónusta er boðin í. Þannig að ég held að það sé svolítið til marks það að nú er verið að vinna innleiðingu þessa gæðastaðals og þessara viðmiða, og það segir okkur bara það að við þurfum að fara að huga framtíðarlausn. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínum og orðið er enda laust út í liðin og fleiri Anna Alexandersdóttir bæði. Forseti og góðu fundamenn, það er liður 6.1, frístund. Þessi starfshópur sem vísað er í hér í tillögunni, ég fór á einn fund með þeim og ég get bara sagt að það er farið að horfa til framtíðar líka. Menn eru alveg búin að vera að ræða það og en fyrst og fremst verkefni núna er að leysa þetta fyrir komandi vetur, og það er rétt eins sem bæjarfulltrúi Björg kom inn á að það eru 50 börn að koma upp og 50 börn fyrir, en menn þurfa líka að horfa bara á stóru myndinni í þessu öllu, því að þessi börn eru líka í ýmsu öðru og það er það náttúrulega til framtíðar sem menn þurfa að horfa til. Það að vera kannski hluta því að ég var boðið með inn á funda er að ég ásamt fleirum úr starfsfólki sveitafélagsins og annarra stofnana fórum í heimsókn á Akranes, þar sem við vorum að kynna okkur svona virkni úrræði, grunnendurhæfingu og annað, en fengum jafnframt kynningu á frístundinni þar. Og þar er til dæmis 3. og 4. bekkur í frístund í félags í húsnæði félagsmiðstöðvarinnar og ungmennahúsins. Það er það þrennt saman í sama húsnæði. Ungmennahúsið Arnardalur sem var í sérhúsi á Akranesi sem er félagsmiðstöðum fyrir grunnskólakrakkana, og svo frístund hjá 3. og 4. bekk. Þarna úr báðum skólunum á Akranesi sem eru alveg í sínkorum endanum á bænum. Og en 1. og 2. bekkur voru bara í sínum skóla. Þannig að það er ýmislegt sem þarf að horfa til varðandi þetta, og menn eru alveg eru farnir, því að Árni Pálsson, hann var einnig með í þessari ferð, og það er bara mjög mikilvægt að horfa á heildarmyndina í þessu öllu og líka að starf og hvernig starf er í frístund, og það séu þá þeir sem eru til þess hæfir og með menntun til að stunda að stjórna frístundastarfi. Það er náttúrulega annars eðlis, þannig að klárlega já, það er farið að horfa til framtíðar, en það er klárlega að leysa þetta núna. Og mér finnst nú fyrirsögnin frístund með aðstöðu nýjung, það er ekkert endilega víst að frístund verði með aðstöðu nýjung, það er ekki komið niðurstaða í það, þó að erindið eða málið beri þetta heiti. Það verður stundum hjá okkur að málin hafi ekki alltaf lýsandi heiti endilega, en vonandi kemur bara niðurstaða í þetta fljótt og vel, og þannig að foreldrar fái svör. En ég tek einnig undir að það verður meiri ásókn við börnin, einhvern veginn foreldrar vilja vita börnunum bara öruggum. Það er bara breyting frá því var að krakkarnir og öðrum bökla bauð bara heim og leikur sér heima, þá múti foreldrarnir að koma heim, en í dag bara er umhverfið annað. Takk, ekki meira. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust undir þessum 7. lið. Fleiri sem óska eftir því að taka til máls. Berglind Harpa Svavarsdóttir bæði. Forseti, góði fundamenn. Ég ætla nú bara, hef ekki miklu við að bæta, en bara svona að segja, bara ítreka það. Þetta mál verður leyst og við erum að vinna þetta faglega. Tekur bara smá tíma, það er nú ekki komið að haustinu, en það er ekkert verið að sitja hérna og staldra við og gera ekki neitt. Það er mikið í gangi og þetta verður leyst bæði til skamstíma og langstíma og við finnum góða lausn á þessu. Takk fyrir. Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu og það eru fleiri sem að vilja taka til máls.
Gunnhildur Ingvarsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti, bæjarfulltrúar og starfsmenn, ég ætla líka að koma upp undir þessum lið, númer 6.1, frístundamálið. Ég tek náttúrulega undir það að meðan svo að sveitarfélaginu ber að standa fyrir þessum sjálfsögum frístund og þá verður það að vera vel gert og faglegt í kringu það. Við þurfum að fara að lögum og reglum með það, en ég vil bara lýsa yfir áhyggjum mínum yfir því hvernig þetta er að þróast. Og ég hefði frekar viljað sjá að vinnuvika foreldra færi að styttast og sem betur fer þá nú eitthvað að gerast í því, allavega búið það að 2020 sé vinnuvikan að styttast hjá mörgum og það finnst mér svona æskilegri þróun í þjóðfélaginu að foreldrarnir þurfi ekki að vinna svona mikið og börnin séu sem stað heiman jafnvel frá 8 mótnana til 5 á daginn. Mér finnst það bara ekki vera, ég er kannski svona rosalega gamaldags, en mér finnst þetta ekki vera þróun í rétta átt. Og ég ætla bara að vona það að stjórnvöld og verkalýðsfélög og aðrir bara fari frekar þá braut að stytta vinnuviku fólks. Þannig að foreldrar geti vera með börnunum sínum og börnin geti notið þess að vera með foreldrunum. En ég tek auðvitað algjörlega undir það að ef að sveitarfélögum ber skylda til þess að sjá frístund sem að þarf að uppfylla ákveðin skilyrði, þá auðvitað reynum við að gera það. Gunnhildur Ingvarsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Ef ekki, að þá loka ég mælendaskrá og við göngum til afgreiðslu einstakra liða. Það er í fyrsta lagi liður 6.1 undir yfirskriftinni frístundaraðstöðu Nýjung. Tillagan þar er borin upp eins og hún lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og liður 6.2 fjárhagsáætlun íþrótta- og tómstundanefndar 2020. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og liður 6.8 reglur hreyfi- og heilsueflingarstyrk fyrir starfsfólk Fljótsdalshéraðs. Tillagan er það borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Við höfum þá lokið afgreiðslu þessara liða. Það var ekki athygli á því að afgreiðsla íþrótta- og tómstundanefndar það er bókað á sér staðfest undir lið 6.4, 6.5 og 6.12. En ef ekki eru athugasemdir við það, þá höfum við lokið við þessa yfirferð á 7. dagskrárlið og göngum til hins 7. Það er fundargerð jafnréttisnefndar Fljótsdalshéraðs, 67. fundur nefndarinnar. Það er Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti og góðu fundamenn, það er 67. fundur jafnréttisnefndar. Þessi fundur var haldinn núna 7. maí síðastliðinn og það er fundargerðin, það er einn liður á fundargerðinni og sem jafnframt er hér tekin út til bókunar. Að tillögu jafnréttisnefndar samþykkir bæjarstjórn þær textabreytingar sem gerðar hafa verið á jafnréttisáætlun sveitarfélagsins og áætlunina með áorðnum breytingum eins og hún liggur hér fyrir fundinum. Þetta voru svona mestuleyti textabreytingar sem þarna áttu sér stað. En þetta er hér lagt fram til umræðu og afgreiðslu. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Er einhver sem óskar eftir að taka til máls undir þessum 7. lið? Ef að svo er ekki, þá loka ég mælendaskrá og ber þá upp þá tillögu sem hér var kynnt undir lið 7.1 í jafnréttisáætlun Fljótsdalshéraðs. Þeir sem samþykkja tillöguna gefur merki með því að rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og við höfum þá lokið við að fara yfir dagskrá fundarins og munum nú ljúka útsendingu frá fundinum en fundur ekki slitið fyrir við höfum farið yfir fundargerð og undirritað hana.